Skógarnytjar geta verið alls kyns, ýmiss konar. Til dæmis ef við tökum bara skógræktanda sem byrjar að gróðursetja landið sitt, þá fer hann fljótlega að fá meiri grósku í landið. Það koma alls konar aðrar plöntur og skordýr og sveppir og jafnvel ber og slíkt sem að fólk fer að nytja fljótlega úr skóginum. Og síðan eftir svona 10, 15, 20 ár þá komið að gresja og þá getur fólk búið til girðingarstaura úr trjánum sem losna við grisjunina. Svo þykkna trén og stækka og það líður ekkert á löngu þangað til hægt að fara að saga í borð og planka. Þannig að það er ótrúlega fljótt sem eitthvað nytsamlegt fer að koma úr skóginum. Það er eiginlega varla hægt að segja það, því að skógur eru þetta náttúra og þetta er náttúrulegt efni, þannig að við erum í hringrás. Það er efni sem verður til með vexti og síðan rotnar það aftur og nýtist þá í nýjan vöxt, annaðhvort trjánum eða öðrum lífverum. Þannig að til dæmis þegar við grisjum skóg, þá tökum við kannski bólina úr skóginum en skiljum greinarnar eftir til þess að skógurinn fái tilbaka eitthvað af efnunum, þannig að sveppirnir geti brotið þetta niður og þetta geti aftur orðið að næringarefnum. Þannig að svo er hægt að nota þetta ýmiss konar afganga eða úrgang af timburframleiðslu, svo sem kurl eða spæni í alls kyns nytjar, til dæmis bara í göngustíga í skóginni hjá sér, eða þetta er notað oft sem undirburður undir skepnur á gólfi í reiðhöllum og svo framvegis. Þannig að það er í rauninni hægt að nota hvert snissi. Þetta er hlutur sem hefur verið í þróun hjá okkur núna. Núna eru skógarnir að byrja að gefa flettingarhæft timbur sem er hægt að búa til smíða við úr. Og það hefur verið vinna í gangi við einmitt að flokka, eða búa til flokkunarkerfi fyrir þetta, og það er komin vísir að því, í rauninni komið fyrir Sitkagarinni á Íslandi, gæðaflokkun, og búið að gefa út meira sér rit það. Og svo hefur verið vinna í gangi við að fá timbur vottað til þess að nota það í byggingar, og það er til dæmis til núna vottunarstaðall fyrir íslenskt límtré. Þannig að við erum ung skógarþjóð, en þetta kemur allt saman með kalda vatninu. Það er ekki líklegt. Þessi iðnaður er það stór og þessar þjóðir sem hafa verið í þessu lengi eru það þróaðar og eru með svo stórar og miklar verksmiðjur að það er mjög ólíklegt að við Íslendingar getum keppt nokkurn tímann í pappírsframleiðslu, nema þá mögulega í einhver svona handverkspappírsgerð.